Ég heiti María Kristmundsdóttir og ef ykkur finnst það þægilegra þá megi ég kalla mig framkvæmdastjóra tækni og þróunar, svona einfaldara. Mér langar til þess að segja ykkur frá svona minni sýn á fjórðu iðnbyltinguna og út frá mínum iðnaði og sérstaklega með tilliti til dreifðra byggða og sérstöðu dreifðra byggða. Mér finnst eiginlega ekki hægt að tala um fjórðu iðnbyltinguna öðru en að horfa tilbaka og horfa á fyrstu 3 ár og mér langar til að tala um þetta fólk hérna á myndinni sem eru amma mín og afi og þau sem sagt standa þarna í dyrunum á Skeggjastöðum í Bakkafirði. Þar sem að þau voru sem sagt að flytja þangað lýðveldisárið 1944 og þau má segja kannski svona eru og þetta fólk, þverskurðurinn af þessum iðnbyltingum sem hafa orðið þar sem að fyrsta iðnbyltingin að líða undir lok og svo önnur að taka við. Stelpan hann á myndinni er mamma mín og 10 ára gömul var hún farin að keyra fyrstu dráttarvélina í sveitinni. Þannig að þetta gefur svona kannski svona þverskurð af þessu, en þessi hjón, Guðríður og Sigmar á Skeggjastöðum, voru bæði fædd við erfiðar aðstæður og Guðríður var fædd í Helli, Kolsúshelli í Flóa og Sigmar var fæddur í Hofi í Norðfirði, þar sem að foreldrar hans voru vinnufólk. En þau eignuðust 6 börn, ráku pressetur sveitarinnar í 44 ár sem voru á þeim tíma allt í senn fjárbú, kúabú, grunnskóli, bókasafn, samkomustaður og sálgæslustaður og svo sinntu þau bæði hvor á sínum tímanum oddvitastörfum og Sigmar var hreppstjóri. Þau börðust fyrir atvinnuuppbyggingu á Austurlandi og stofnuðu ræktunarsamband, unnið að framförum líkt og skólabyggingu og hafnarframkvæmdum á Bakkafirði. Þau eru ekki einsdæmi og eins og Eva kom svo vel inn á áðan að þá eru hlutverkin í dreifðum byggðum alltaf einstaklingurinn verður rosalega mikilvægur og ábyrgð samfélagsins dreifist á færri einstaklinga. Og þetta upplifði ég mjög sterkt sjálf eftir ég flutti austur á land því ég fæddi og uppalin í Reykjavík. Og í mínum huga eru þetta sérkenni dreifðra byggða. Hver og einn hefur fjölbreyttari hlutverk, minni kannski sérhæfingu en meiri breiðari þekkingu á fleiri sviðum. Og þetta held ég að við getum tekið með okkur inn í fjórðu iðnbyltinguna. Skipta. Og við hjá Alcoa Fjarðaáli, við tökum líka samfélagsábyrgð okkar mjög alvarlega og erum í raun og veru mjög stór hluti í litlu samfélagi og við höfum þannig fjölbreytt hlutverk. Við erum ábyrgur og öruggur staður til að vinna á. Við erum ábyrgur við erum menntastofnun. Við hliðina á okkur í næstu stofu við störf Stóriðjuskóli Alcoa Fjarðaáls og við höfum fengið menntaverðlaun atvinnulífsins meðal annars. Við rekum heilbrigðisþjónustu, heilsugæslu á staðnum og við rekum líka velferðarþjónustu fyrir starfsfólki okkar og við erum nokkurs konar félagsmiðstöð, við erum með starfandi slökkvilið, mötuneyti, bakari og svo framvegis. Þannig að við erum mjög meðvituð þetta hlutverk sem við gegnum í þessu litla samfélagi. En í upphafi fjórðu iðnbyltingarinnar er auðvelt að fjarlægast það sammannlega og horfa frekar á tækniundurinn. En fyrri iðnbyltingar hafa vissulega haft í för með sér aukna framleiðni. Við þurfum að horfa á lífsgæði út frá mörgum þáttum og ekki nægilegt að horfa einungis á fjárhagslega mælikvarða. Við höfum sett okkur markmið í samfélagsábyrgð og ég vil benda ykkur á samfélagsskýrslun okkar, samfélagsskýrsla.is og þar höfum við meðal annars sett okkur markmið samkvæmt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og gildum Alcoa sem eru heilindi, umhyggja og árangur. Ég legg til að við tökum ekki fjórðu iðnbyltingunni sem einhverju ógnarafli sem mun dynja yfir okkur án þess að við fáum nokkuð að gert. Fjórða iðnbyltingin þarf að mótast að þörfum samfélagsins og þess sem við metum sem lífsgæði. Við höfum í hendi okkar að gera fjórðu iðnbyltinguna að afli til góðs í þeim samfélögum sem við búum í til heilla fyrir komandi kynslóðir. Að því sögðu vil ég segja ykkur pínlítið frá framþróuninni sem er eiga sér stað í Fjarðaáli í dag. Hérna sjáum þið virðiskeðjun okkar og þetta eru upplýsingar úr samfélagsskýrslunni
sem þið getið séð á netinu, en útflutningsverðmæti Fjarðaáls í heild eru tæplega 90 milljarðar króna á ári, þetta er árið 2018. Og mig langar að við förum bara aðeins yfir virðiskeðjuna og hver tækifærin eru á hverjum stað í virðiskeðjunni. Í Kerskálanum höfum við verið að vinna að sjálfvirkni krana og við sjáum það að sjálfvirkni búnaðar eykur öryggi starfsmanna og framleiðni okkar á sama tíma. Sjálfvirkir kranar eru í raun og veru framtíðin, alsjálfvirkir eða hálfsjálfvirkir kranar og sem væri jafnvel hægt að stýra úr fjarlægð. Næstu skref í þróun eru til dæmis að eiga sjálfvirk skautskipti og þykjun skauta, sjálfvirka áltöku og mögulega sjálfvirka samsetningu skauta í skautsmiði. Ásamt fleiru. Og hérna sjáum við hvernig kraninn okkar getur mögulega að skynja það sem er fyrir neðan hann og jafnvel starfsfólkið, það sem og aukið þannig öryggið. Ef við skoðum svo sjálfkeyrandi ökutæki, það er mjög raunhæft næsta skref í þróun hjá okkur. Við getum séð fyrir okkur að við keyrum skautin sjálfkrafa frá höfninni og upp í skautsmiðju, að við setjum líka samsett skaut frá skautsmiðjunni inn í Kerskálan og þarna er mynd af bráðnum málmi á leið yfir í steypuskálan og það er verið byrjað að þróa það í systurálverum okkar í Kanada og svo sjáum við að lokum þarna sjálfkeyrandi fleti fyrir gáma sem eru víða við störf í höfnum í heiminum. Við skiptum með á næstu glæru. Þetta er bara allt. Hérna sjáum við hvernig þróunin er að verða. Þarna vinstra megin sjáum við hvernig, þarna vinstra megin sjáum við hvernig í raun og veru staðan er í dag. Við erum með mikla spjaldtöluvæðingu í gangi núna. Það er meðal annars þannig að starfsmenn og nýjasta þróun okkar þannig að starfsmenn eru með vaktakerfið í símanum sínum og óska eftir vöktum sjálfir að heiman frá sér. Við sjáum líka að við erum með viðhaldsforritið okkar allt á spjaldtölum þannig að iðnaðarmenn eru að í auknum mæli að skrá viðhald og framkoma viðhald með gögnum úr spjaldtölum. Og við fylgjumst með framleiðslu í gegnum spjaldtölur einnig. Við erum líka að færast yfir það að hafa vídeó á vídeóformati, alla þjálfun. En í framtíðinni má sjá fyrir sér að öryggishjálmarnir okkar verði hreinlega með öllu þessu innbyggðu og við sjáum fyrir okkur aukinn raunveruleika þar sem að starfsmaðurinn er í rauninni staddur inn í forritunum sjálfum og getur séð fyrir sér allar upplýsingar, jafnvel myndir úr hitamyndavélum, upplýsingar vélar og jafnvel þjálfunina einnig. Þannig sjáum við þennan samruna upplýsingakerfa gerast. Þetta er verksmiðja framtíðarinnar. Það er eiginlega ekki hægt að tala um tækniþróun öðruvísi en að tala ELYSIS sem er á næstu glæru. ELYSIS er samstarfsverkefni Rio Tinto, Alcoa, Apple og Quebec héraðs í Kanada. Og þar erum við að vinna að umhverfisvænni álframleiðslutækni með óvirkum skautum. Og sem að gera það verkum að kolefni fer þá í raun og veru algjörlega út úr framleiðsluferlinu og við erum að framleiða súrefni í stað kolefnisgass. Þannig að það er í raun og veru framtíðin og það er mjög mikilvægur þáttur í að vera samfélagslega ábyrg og ég vona svo sannarlega að þetta verði að veruleika hér á Íslandi en þeir gefa sér fram til 2024 til þess að þróa þessa tækni til innleiðingar. Næsta glæra. Já, það sem er líka að fara að gerast er að eins og við vitum þá er mikið samstarf við móðurfélag og mikið samstarf á milli svæða. Við erum á stóru svæði hjá Alcoa Fjarðaáli og það er alveg viðbúið að fjarvinna með heilmyndum eins og Dave kom inn á
og fjarfundir verði mun skilvirkari og betri. Við höfum nú þegar byrjað að nota Teams mjög mikið, bæði í samskiptum milli vakta og líka með fjarfundum. Og hérna er mynd af henni Birnu Dögg sem var hún var sagan hennar var sögð á Microsoft ráðstefnunni, Inspire ráðstefnunni í Kaliforníu á dögunum og í rauninni sagan af innleiðingu Alcoa Fjarðaáls á Teams. Og gaman að segja frá því. Og í sömu ráðstefnu var sýnt þessi tækni Microsoft heilmyndir sem þið sjáu þarna neðst í hægra horninu. Og þar er verið að þýða í raun og veru frá ensku yfir á japönsku og heilmyndin talar á japönsku en manneskjan talar á ensku. Og þannig getum við séð fyrir okkur að fundir framtíðarinnar verði. En hvað þurfum við til þess að skapa þessa framtíð, ef þú skiptir á næstu? Ég tel okkur þurfa ekki bara tækniþekkingu, við þurfum auðvitað mjög mikið af tækniþekkingu og við þurfum samstarf við byrgjana okkar í samfélaginu til þess að búa til þessa tækniþekkingu. Og við þurfum mikla menntun og fólks með fjölbreyttan bakgrunn, sérstaklega iðnmennta og tæknimennta, en líka fólk úr félagsfræðigreinum og listgreinum. Og við þurfum að vinna í þverfaglegum teymum þar sem að fjölbreytt reynsla er metin af verðleikum. Við þurfum fjölbreytta menntun út í dreifðu byggðir og við þurfum mikla símenntun. Í mínu teymi starfa verkfræðingar, tæknifræðingar, tölvunarfræðingar og kerfisfræðingar en einnig viðskiptafræðingar, bókmenntafræðingar, lyfjafræðingar og bókasafnsfræðingar. Og margir þeirra eru í björgunarsveitum, starfa í sveitastjórnum, kvenfélögum, íþróttafélögum og hestamannafélögum, svo eitthvað sé nefnt. Og öll erum við á einn eða annan hátt verkefnastjórar sem að þurfum að skipuleggja, stýra og innleiða þessar breytingar á einn eða annan hátt. Mín skoðun er sú að í dreifðum byggðum á nýjum tímum þurfum við að skapa fjölbreytt mannlíf. Við þurfum að byggja á því sammannlega, gagnrýnni hugsun, samkennd, manngæsku og sköpunargáfu og vinna á samfélagslega ábyrgan hátt til að skapa þann heim sem við viljum sjá. Iðnaður er mjög mikilvægur en hann þarf að vera samfélagslega ábyrgur. Takk fyrir.